Jæja, í dag er laugardagurinn 31. október. Ég sagði á Instagram í morgun að ég ætlaði að taka upp podcast á morgun eða mánudaginn. En ég ákvað bara að drífa í þessu. Pröfa þetta allavega. Ég er búin að vandræðast örugglega hérna hjá klukkutíma. Hvernig ég eigi að stilla mér upp og hvað ég hafi í bakgrunninum. Hvernig síminn eigi að geta verið til friðs. Ég skal setja til mynd hvernig ég endaði að hafa símann til að væri fínn. En ég heiti sem sagt Sveina Björk og ég á heima á Akureyri. Ég er textílhönnuður og langar að fara að titla mig sem prjónahönnuð á nokkur verkefni, sem sagt nokkra hannanir inn á Ravelli. Undir hönnunarnafninu Sveina Björk. Notendanafnið mitt á Ravelli er Sveina. Ég er ekki dugleg að setja þar inn. Eins mikið og ég hreinlega elska það, að vera inn á Ravelli og sjá hvað aðrir eru að gera, að þá er ég því miður ekki nógu góð að setja inn sjálf. Mig langar að segja að muni breytast. En ég veit það ekki. Ég er mest inn á Instagram. Instagramið mitt tengist síðan inn á Facebook síðu sveina.is og sveina.is er líka nafnið á netversluninni minni og hún hefur nú þróast svolítið í gegnum tíðina. Meðan ég var að fulla að kenna, þá var ég að kenna textíl á textildeild og ég var að kenna litun og þrykk og útsaum og bútasaum og nefnu það, en ég var ekki að kenna prjón. Og fór að flytja inn litina sem við vorum að nota þar til að hafa þá aðgengilegri. En svo eftir að ég hætti að vinna og prjónalífið tók yfir, þá hefur netverslunin breyst töluvert og er nú nánast eingöngu með vöru tengdar prjóni eða hekli. Þannig að ég er með garn og ýmislegt. Sveina.is, bara tekkið á því. En já, ég ætla að hafa þetta bara svolítið svona hefðbundið eins og flesti podcastarar gera og tala verki vinnslu, hvað ég er nýbúin að klára, hvað mér langar að gera næst og svo framvegis. Og ég byrja að tala klár, af því að ég hvort er ekkert með það mikið af þeim nýjustu klárunum hjá mér. Ég var að klára þessa húu Blomster hatt heitir hann örugglega. Ef ég verð ógeðslega klár, hvert á ég horfa? Eða fæ dóttir mína til að hjálpa mér, þá mun ég setja inn einhvers staðar hvað þetta heitir. En sjúklega flottur hattur. Ég sá hann fyrst hjá henni Eddu-Lilju, hún var að prjóna hann. Hún var með miklu meiri kontrast í garninu, eða sérst litunum, þannig að hann munstrið sést betur, en mig einhvern veginn langaði bara í svona low kontrast húu. Ég hélt tvöföldu Holst Supersoft og var með einfalt Mohair Gross frá BC Boucher sem fæst bæði hjá mér og Gatbúðertu. Og já, mér finnst þetta bara ótrúlega flott húa. Ég ánægð með hana. Svo fórum við þetta í smá samstarf. Hún lét mig hafa garn og ég lofaði hann úr því. Og hannaði, sem sagt svona, tengdamóðir minn kallar þetta peysuleysi. Ég hef reyndar ekki fundið neitt sem styður það, mér finnst það snilldarnafn, en þetta er sem sagt, hvernig gengur hjá mér? Kragi. Sem er síður bæði að aftan og framan.
Þannig að þetta svona tekur helsta svæði hérna, bringuna og bakið, ef maður í einhverju svona flegnum fyrir júlpu og nennir kannski ekki að vera með sjal eða trefil. Þá þessi kragi ansi góður og bæði hægt að svona og svona, og ástæðan fyrir skálínunum hérna í þessu að þá sá ég fyrir mér að hann myndi svona, sem hann gerir, leggjast einhvern veginn betur að, ef þið skiljið hvað ég á við. Og þetta bara algjör snilld innan undir úlpuna sína. Og ef það mjög kalt. Þið eru að skilja þetta, ekki? En já, ótrúlega ánægð með það. Og það sem ég gerir náttúrulega, Edda Lilja að pröfuprjóna núna, en ég ákvað að pröfa að gera hann líka aðeins minni. Hann bæði minni hérna kraginn sjálfur og hann líka styttri að aftan og styttri að framan, og ég hugsaði þennan sem svona annarkot fyrir, eða svona svolítið herralegri. Ég á nefnilega vin sem bað svona og hérna, já, ég veit ekki af hverju mér fannst það sniðugt að vera með styttra aftan fyrir það, en allavega maður getur náttúrulega bara haft þetta eins og maður vill, prjónað eins langt og maður vill, eða stutt eins og maður vill, og já, aðeins alveg brýst í holdinni. Tiltölulega nýbúin að klára hérna Cozy Me goluna. Ég var að klára peysu handa dótturinni, hún með hana, ég þarf að fá hann lánað einhvern tímann og hérna fá að sýna hana hérna betur. Þannig að þetta eru nýjustu klárin. Jú, eitt enn. Það ég kláraði hérna sokk fyrir sokkaklúbbinn minn. Ég er með sokkaklúbb í gangi sem virkar þannig að 6 sinnum á ári fá meðlimir klúbbsins sent garn, og við erum inn á lokuðum Facebook-grúpu þar sem við ræðum garnið, ræðum uppskriftir og munstur og svo framvegis. Ég kem yfirleitt með uppástungu með munstur fyrir garnmánaðarins, eða já, og já, þannig að þetta var haustsokkurinn. Ég tek ljósmyndir, leta eftir ljósmyndunum, vel svo uppskrift og síðan ráða þær hvort að prjóni uppskriftina sem ég seti inn, eða hvort að þær finna einhver aðra, og eftir koma þær með einhverjar aðrar skemmtilegar líka. En hérna, mér finnst stroffið á þessum algjörlega geggjað, svolítið svona sparilegt. Næsti sokkur á undan var sumarsokkurinn. Þar á undan var svona sumarbyrjun, vor, endi, COVID, gleði, not. Og já, ég ekki með sokkana hérna, þeir eru svo stífri notkun hjá mér að ég var ekki með fleiri. En þetta voru þess að klár líka. Svo það sem ég með á prjónunum, og það sem náttúrulega tekur svolítið hugminn alla núna Slip Stravaganza. Slip Stravaganza, leyniprjónið. Þannig að þeir sem vilja ekki sjá, þeir bara loka augunum í smá stund. En ég náttúrulega miðri umferð. En þetta náttúrulega truflun. Þetta svo flott. En svo fleiri, þá var ég orðin svolítið buguð af brugnuumferðunum eftir þetta.
Þannig að ég svissaði hérna. Þessi litla hérna átti að vera brugðin og þetta, átti að vera slétt, koma garður og þetta átti að vera brugðin aftan og vera slétt. En hendin á mér, hún bara gat ekki meira þarna, þannig að svissaði þessa bara, kemur ekki að sök. Og svo er ég nýbyrjuð á síðustu vísbendingunni og þetta verður eitthvað annað. Ég er náttúrulega búin að sjá hvernig þetta kemur út. Og því ég sá myndirnar af sjölunum þeirra, Lindu og Guðlaugar og Helgu, að ég bara, það gaf mér svolítið spark í rassinn því mér fjallu pínu hendur. Maður er komin yfir 900 lekkir hérna, umferðina. En svo hugsaði ég bara, hvað máli skiptir það? Hvað máli skiptir það þó maður sé alltaf að skipta umferð? Þannig að ég er bara að reyna að anda svolítið djúpt þegar ég er að prjóna þetta og njóta hverja lekki og sjá fyrir mér hvernig þetta endar. Því að þetta verður náttúrulega sturlað. Ég er að nota aðaliturinn er Hespa. Það garð sem ég keypti frá Usitita. Keypti 2 svona, heita Vintage Rug. Og hann bara gæti varla verið meira ég, þessi litur. Þannig að átti akkurat þessar 2 hespur. Síðan er ég að nota frá Holst, ég er með Supersoft. Og Stephen gaf einmitt upp Supersoft í hérna sélinn sem tillögu, hann var með sett í því. Og ég er með svona grænan og hvítan. Svo er ég með svona hérna orange og mohair með. Ég stóðst ekki hérna áskoruna hjá Stephen að vera með mohair með. Þannig að þetta voru sjúklega skemmtilegt og ég veit ekki hvað ég refressaði síma minn oft á post-appi mitt á föstudagsmorgunni. Ég var að bíða eftir síðustu vísbendingunni. Þannig að bara mjög skemmtilegt. Meðfram þessu er ég svolítið að vinna í bara mínu. Ég er að reyna að skipta deginum upp þannig að á daginn sé ég svona yfirleitt að vinna bara að mínum hönnunum og því sem mér langar að gefa út og pröfa mig áfram með og svo skipti ég yfir í svona dekoprjónið á seinnipartinu og kvöldin. Ég er að reyna þetta og þetta virðist bara að vera að ganga ágætlega. Svo er ég aftur að prjóna á dótturina sem ég bara mjög gaman að fá að prjóna á hana. Og ef mér tekst ekki að setja inn hérna þið vitið aftur þá ætla ég aðeins að fá sýningu bara peysuna. Þessi uppskrift kemur frá Pickles sem er sko norskt fyrirtæki. Þær eru í Oslo og þær selja bæði garn og uppskriftir en ég var búin að sjá hann inn á Ravelli líka. Og hún er prjónuð neðan frá og upp. Og ég er nú ekkert komin eitt rosalega langt en ég er komin svona vel á veg. Og þið ættu bara að finna hvað þetta er mjúkt. Ég er að nota saman, við valdum þetta í sammenningu við mægur, hann langaði, hún byrjaði að velja sér þennan lit og þetta er Titicaca frá Holst sem er lace weight eða fisband, þetta heitir á íslensku og er 100% alpakka og ég hef verið að nota þetta svakalega mikið núna bara með Holst Supersoft eða tights sem eru sko fínband eða fingering og ég er að nota hérna með, þetta kemur frá mér og þetta er nýji grunnurinn minn sem er 50% alpakka, 25% hör og 25% silki og þetta er fínband, 400 metrar á 100 grammunum og þetta er eitthvað annað. Og þetta er ekki Superwash, frekar en Titicaca. Eina garnið frá Holst sem er Superwash
er Highland sokkabandið frá þeim og ég ætla að sýna ykkur þetta allt seinna, já, ég er að bíða eftir nýrri sendingu frá Hálst og það er að koma nýtt gadd sem ég er mjög spennt fyrir og ég var svona að hafa bara svona sérstaka þátt þar sem ég fer yfir gaddnið sem ég er með í litlu búðinni minni hérna heima. En hvað gerir maður ekki í COVID? Ég sérst opnaði gaddbúð heima hjá mér og hún heitir, kallaði hana gaddn í gangi, því hún er á ganginum. En ég ætla að hafa bara spes hérna þátt það. Ég glemdi að sýna ykkur hérna gaddnið sem ég notaði í kragan sem við Edda Lilja erum í samstarfi með. Það heitir Retreat frá West Yorkshire Spinners og þetta er svona einband. Hrikalega mjúkt og bara dásamlegt. Þetta er svona svipað grófleiki og Álafoss lopinn, myndi ég segja. Fleiri verk í vinnslu. Fer ég í póka minn, vagnar minn, tékka. Ég ætlaði ekki að opna þennan póka. Ég er að pröfuprána. Gugnaði samt deila pínu á því. Augnablik. Hann náði smá truflun, ég þurfti aðeins að fara til dyra. Og svo bara byrjaði ég á nýju vídeói og það fyrsta sem ég hugsaði bara ætli ég geti komið þessu saman í eitt vídeó. Dóttir mín verður svo glöð þegar hún þarf að aðstoða mig með þetta. Henni finnst þetta frekar vandræðalegt, mamma sín að vera með eitthvað vídeó. En allavega þessi póki sem ég ætlaði ekki að fara í. Ég sem sagt er að pröfuprána peysu, ég mun ekki ná að klára hana í tíma. Því að mér einhvern veginn fellust hendur yfir, það var svolítið vansnið á peysunni. Hönnuðurinn er seinna búin að laga það og þannig að hún er miklu betri fyrir vikið. Og ég var sem betur fyrir ekki komin það langt að ég mun ekki þurfa að rekja upp, held ég, ekki byggja allana. Heldur get bara haldið áfram og ég mun halda áfram. En þið veitir hvernig það er þegar maður missir móðinn, þá bara missir maður móðinn. Og já, ég var sem sagt komin hingað. Hún byrjar ofanfrá og niður, kemur fullt af svona laufblöðum að framan sem ná sko lengra í miðjuna og part af munstrunum maður þurfa að sauma í því annars væri maður með sko svo hrikalega langa spotta. En ég mun klára hana. Það er ekkert annað í boði. Garnið sem ég er að nota er DK-grunnur frá mér, merino, kasmír og nælon, sjúklega mjúkt og þetta er næturbirta. Þessi heitir rósagull og hér er mosi. Þannig að rosa fallegir saman og ég sá það bara núna þegar ég lyfti peysun upp að mig langar að klára hana. Ég gafst pínu bara upp einhvern veginn en núna þegar ég lyfti þessu upp þá sé ég að mig langar að halda áfram. Fínn póki frá henni Helgu Akranesi. Ég held að sé hægt að gera töskur eða póka en ég náði í nokkra svona póka þegar hún var að hætta og mér finnst þér æðislegir, bara þægilegir og kannast náttúrulega allir við þennan sem ég var með alla sokkana í. Þetta er eina mínum mest notuðu. Nú bara stólið mér hvað þetta er. Þið vitið það. Þetta er frá, nei, ég ætla ekki eins og að reyna að muna það núna. Ég setja hérna inn ef ég get. Og karfan sem Stravaganza var í, afsakið, er úr litlu prjónabúðinni. Þessi karfi nú bara úr IKEA. En ég er með voða mikið af svona karfum í kringum mig.
Næsta verkefni í vinnslu er peysa, golla. Já, ég hef ekkert unnið í henni síðan einhvern tíðan í sumar. Þetta hefur verið svona bílaprjón og svona. Þetta er sjúklega flott golla. Hún er úr fingering eða fínbandi. Ég reyna að finna mynd til að sýna ykkur. Sennilega var ég ekki með neina góða mynd hérna. Hún er eftir Sari Nordlund, svo sem gerði hérna Poet peysuna og fleiri, Poet 10 og fleiri. Þetta er golla með rosa miklu svona hérna blúndum, bekk á ermum og í berstykkinu. Það stólið mér hvað hún heitir. Þið þekkið þetta, ég setja það þarna inn ef ég get. Og ég er bara að dúlla mér í, hún er prjónuð neðan frá og upp og ég er alveg að vera komin upp að höndum. Og þá fer ég að byrja á öllri blúndinu og það er að skemmtilegasta. Ég er að nota finnst garn, Tuku wool og ég keypti það í Rokku í Fjarðarkaup. Það er pínu snart en hérna ég elska þetta band og búin að prjóna mér aðra síðagollu úr þessu hérna garni sem ég nota rosalega mikið. Þannig að hérna ég hikaði ekki við að kaupa mér þetta aftur í gollum. Já, og önnur peysa hérna sem er ástæðan fyrir því ég hef ekki tekið hana upp núna lengi er að ég þarf að byrja að rekja hans upp. Ég gleymdi mér aðeins og ég er að hugsa að rekka það bara upp. Ég er sérst að prjóna mér kjól og þessi er eftir Eriku Knight. Garnið er frá henni líka. Og ég er bara svona tiltölulega nýbyrjuð. Hún er prjónuð í sko stykkjum og saumuð saman. Og það sem ég er svo löggliðin, að þá ákvað ég bara að gera það þannig. En ég er að hugsa að hérna, því þar hvort er að rekja upp, að prjóna hana í hring. Og ég skil alveg pælinguna af því þetta er svo síðubúkur. Ég sé það fyrir mér að hann gæti snúist svolítið upp á hann. Þannig að ég ætla bara að gera eitthvað svona fiffri á hliðunum. Þannig að hérna hliðarnar séu svolítið svona séu auðveldara staflegar eða skiljið hvað ég á við. Þið með endilega komið hugmyndir ef að hérna ef að eitthvað dettur eitthvað sniðugt í hug. Er ég með einhver fleiri verk í vinslu? Já, lengi og nænum. Það er nefnilega hérna Poet sokkur í vinslu. Og hann verður skotheldur. Ástæðan fyrir því er að uppskriftin er gefin fyrir fínband en ég með smáband, sérstætt sportgarn, með sokkagarni frá hérna Tuku ull. Þannig að ég er að nota sportgarn en prjóna eins og fyrir hérna fínband. Og þannig að þetta er svolítið rosalega þétt en þeir eru geggjaðir sko. Mjög fallegur hæll hérna. Þið sjáu það að ég er langt komin með fyrir sokkinn. Ég lofaði ekki hvernig ég klára þetta því ég, sko þó ég sé með nokkur verkefni í vinslu og þetta eru þau
öll, ég get þess að svara fyrir það, ég er ekki með fleiri á prjónunum, þá eru það alltaf svona 1 eða 2 verkefni sem eiga bara hugminn allan. En mér finnst það rosalega gott að geta skipt og já, þið veit hvað ég meina. Ef ég væri bara með 1 á prjónunum, þá væri ég örugglega alveg viðþolslaus, en ég bara veit að ég er með önnur verkefni þarna bakvið, þá er ég rólegri og í gær væri til þess næstu því búin að fitja upp á einhverju nýju, en ákvað að róa mig aðeins, halda áfram í þessu. Ég er nefnilega á og er tilbúin með gagn í sjal sem ég er að fara að gefa frænku minni. Ég gaf henni það reyndar í jólagjöf á síðasta ári, en mér til varnar þá gaf ég henni sjal og manninum hennar lopapeysu, en ég bjó hjá þeim í Reykjavík fyrir haust, ég var í endurhæfingu. Lopapeysan er komin til eigandans, en við erum bara nýbúin að velja sjalið, þannig að ég sé fitji upp á því leið og ég er búin með Stravaganza linnuprjóni. Og hvað langar mig meira að prjóna? Já, ég þarf að prjóna, ég sést með 1 jólaverkefni sem er lindamál. Ég þarf að fara að byrja á því. Það er að koma rosa skemmtilegt gagn frá Holst, það heitir Sileo, kann ekki byrja það fram, brjósi, og það er svona blásið, þið skiljið hvað ég á við, þetta er svona þetta er alpakka og merino og smá polyamid sem er, já, ég þarf bara að sýna ykkur þegar það kemur, og ég er að brenni í skinninum, eða þú veist, klæri puttana að fitja upp á því þegar það kemur, og ég hugsa að það verði bara peysa fyrir barnabarnið, eitthvað svo leys. Veist, ég er alltaf að horfa eitthvað vitlaust. Ég veit ekkert hvert ég á að horfa. Allavega hana. Þetta er það sem ég er búin að vera að vinna núna síðustu vikunar. Ég sýni ykkur næst peysuna sem ég gerði að dóttur mína daginn, sem er úr tights frá Holt, sem er 70% merino og 30% silki. Og í því er líka títikaka að sjálfsögðu, notaði það með, og hún er óbúslega falleg, þó ég segi sjálf frá. Þannig að, já, það er endilega að fá að sýna ykkur hana. En, já, ég er alltaf með einhverja draumar með peysur á mig. Mér langar mér rosalega í einhverja svona cozy peysu, bara einfalda, sem er gott að svona bregða sér í heima, maður verður pínu kalt, hún á að vera með síðum ermum, hún á sérst ekki að vera kropped og ekki 3/4 ermar eins og, já, svolítið margar svoleiðis peysur. Og núna langar mér bara í eina stóra og góða. Og ég láti það bara eftir mér, en það er ekkert víst að ég komi því í verk fyrir eftir áramót. Mér langar að klára kjólinn sem ég er að gera, og ég er bara í rólegheitunum með golluna, gráu. Ég elska svona blúnduprjón og ég ætla bara að njóta þess að prjónana, þannig að það er ekkert neitt röst þar, en svo eru nokkra hannanir sem mér langar svo að koma út, og mér langar að vera komin með allan 2-3 nýjar fyrir enda janúar. Mér langar að vera komin með svolítið meira inn þegar nýja bókin frá Line Magazine kemur, sem heitir 52 Weeks of Shawls. 52 vikur á sjölum, en inni því eru sjöl og treflar og kragar og svo framvegis, og ég á kraga í þeirri bók. Ógeðslega spennt. Þannig að þegar ég sendi inn hönnunina, ég sendi inn 4 tillögur til Line og fekk rosa hrós frá þeim fyrir þær allar 4, og þau valdi svo eina sem kemur í bókina,
og ég ætla að reyna að vera að koma með hinnar út sem eru, mér finnst þetta næstu að vera svona systur hannanir, eða skiljið hvað ég á við, að þær verða komnar út fyrir svipaleiti og bókin kemur út. Þannig, mega spennt. Þannig ég ætla að reyna að leggja áherslu á það. Er það ekki gott plan? Ok, heyrðu, þá ætla ég bara að segja þetta gott í dag. Ég ætla að sjá hvernig mér tekst að koma þessu heim og saman. Ég þarf pottet að fá aðstoð til þess, en ég er búin að brjóta ísinn, ég er búin að vera leiðin svo lengi að gera þetta, að bara frábært að vera byrjuð, og ég ætla að koma með nýtt vídeo í næstu viku, þar sem ég ætla að fara yfir gatnið sem er í gatbúðinu minni og sýna ykkur aðeins litlu gatbúðinu mín á ganginum. Þangað til næst, þá segi ég bara bæ og takk fyrir mig.